þjóð í myrkri gengur, sér mikið ljós. Sé Guði. Dýrð sé Guði Föður, Syni og heilögum Anda, svo sem hún var frá upphafi, Drottinn sé með yður. Og með þínum anda. Biðjum. Dýrð sé þér Guð í upphæðum. Þakk fyrir friðinn sem þú gefur, réttlætið sem þú ræktar, elskuna sem þú miðlar og draumana sem þú vekur. Þakk fyrir soninn sem kemur okkur til lífs. Ríki hann með þér í einingu heilags anda, einn sannur Guð, aldir alda. Lexían skráð í spádómsbók Míka í 5. kafla og þar segir: En þú, Betlehem í Efrata, hin minnsta ættborgin í Júda, frá þér læt ég þann koma drottna skal í Ísrael. Ævafont ætterni hans, frá ómuna tíð, því verður þjóðin yfirgefin þar til sú hefur fætt fæða skal. Þá munu þeir sem eftir lifa ættmenna hans snúa aftur til Ísraels liðs. Hann mun standa sem hirðir þeirra. Í krafti drottins, í mætti nafns drottins Guðsins og þeir óhultir verða. Þá munu menn mikla hann allt til endimarka jarðar. Hann mun tryggja friðinn. Amen. Mr.
Guðspjallið skrifar Guðspjallamaðurinn Lúkas. Guði sé lof og dýrð fyrir sinn gleðilegan boðskap. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð þá Kýriníus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þá fóru og Jósef úr Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu, til borgar Davíðs sem heitir Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davíðs, að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími að hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu, af því að eigi var rúm fyrir þau í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í hag og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýrdrottins ljómaði kringum þá og þeir urðu mjög hræddir. En engillinn sagði við þá, verið óhræddir, því sjá, ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur sem Kristur drottinn
í borg Davíðs og hafið þetta til marks. Þér munuð finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun Guðs yfir mönnum. Amen. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Lof sé þér Kristur. Já, fagna þú maður, frelsari heimsins fæddur er. Þetta eru jólin. Gleðileg jól. Og þið megið alveg svara, gleðileg jól. Og megið þau verða ykkur öllum gleðileg. Já, jólin eru komin og undrið loksins orðið, þessi undursamlegi tími sem hríslast okkur, umvefur okkur og blessar okkur. Fyrir nokkrum árum þá tók ég á móti skólabörnum í kirkjunni á aðventunni og ég var beðinn að fræða þau messuna og kirkjuatferlið, allt saman. Og einn daginn þá gerði ég krossmark framan á mér, syngdi mig og spurði svo hópinn, hvað segir maður þegar maður gerir svona krossmark framan á sig? Og einn drengurinn rétti upp hendi. Og ég bjóst að sjálfsögðu við að hann myndi segja í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Og drengurinn rétti upp hendina og ég benti á hann og spurði hann, hvað segir maður þegar maður gerir á sig krossmarkið?
Og drengurinn svaraði kotroskinn, maður segir, ég er ljós heimsins. Hann var alveg viss. Og mér fannst þetta vera gott svar hjá honum. Flott svar. Og svo ræddum við signinguna og fórum svo í gegnum aðra þætti messunnar og svo var komið að lokum heimsóknarinnar og ég sagði þeim að þegar maður kveddi einhvern sem að færi úr húsi þá segði maður nú yfirleitt bless það ekki og öllu voru sammála það. Og svo spurði ég þau, hvað gerir þá presturinn í kirkjunni, hvernig segir hann bless við fólk þegar hann lyftir höndunum í lok messunar? Og aftur rétti drengurinn upp hendina og mér var forvitni í huga að vita hvað hann segði nú. Hvað segir presturinn þegar hann er að segja bless við fólkið? Og drengurinn svaraði jafn kotroskinn og áður, ég er ljós heimsins. Og þá var boðskapurinn kominn. Þetta er boðskapurinn jólin, ljós heimsins. Ljós heimsins sem er komið. Þetta er jólin í hnotskurn. Og það gildir fyrir okkur þetta svar, ég er ljós heimsins, hvar sem við erum og í hvaða aðstöðu sem við erum og hvernig sem fyrir okkur er komið. Þá megum við heyra þetta sígilda, ævarandi, eilífa, ég er ljós heimsins. Þessi jól kreppa að okkur með svo margvíslegum hætti. Pestin geisar og hefur jafnvel áhrif á kirkjusóknina. Og svo eru undirstöður skeknar hér á suðvesturhorninu. Og það er eins og jólagrauturinn sé í gerðinni, hið neðra. Og þegar að undirstöður eru skeknar og að samfélaginu er kreppt þá er gott og hollt að staldra við og spyrja hvað skiptir nú máli? Hvað verður okkur til hjálpar? Einn veturinn gekk ég daglega fram hjá Landakotskirkju og vitjaði fárveikrar móður minnar á Landakotsspítala. Og við kirkjuna er skúlptúr Steinunnar Þórarinsdóttur sem að mörg ykkar hafið séð og kannist við. Og ég horfði á þessa styttu þegar ég gekk hjá. Þetta er konumynd og ég hreifst af fegurð hennar og var djúpt snortinn af auðmýktinni og lotningunni sem að myndin miðlar. Ég var oft áhyggjufullur þegar ég fór hjá. En þessi einfaldi og agaði minnisvarði nunnuþjónustu Sankti Jósefssystra miðlaði mér trúartraust og líka óttaleysi og ég fór svo að skoða listaverkið. Glerkross sker ryðgaðan málminn og fyrst sá ég krossinn sem að náði frá hjartastað og upp á andlit og svo tók ég eftir að það var líka kross á bakinu. Og krossarnir minntu mig á signinguna sem elskandi mömmur og pappar hafa merkt börnin sín með bæði að framan og aftan. Og minnti mig á að við mannfólkið erum öll krossuð á bak og brjóst, sama hvað við erum frosin eða lemstruð. Og einn morguninn þegar áhyggjumyrkrið var hvað dimmast gekk ég mót sól og að konumyndinni og þá varð undur. Sólargeisli skein í gegnum krossin á styttubakinu og út krossin á brjóststykkinu. Og allur krossin lýstist upp og glerið varð eins og stækkunargler og magnaði ljós ljómann. Rúströð mannsmyndin var sem yfirjarnesk vera sem tók við himinljósinu og endurvarpaði því. Brjóstið opnaðist og miðlaði birtunni áfram í mynd krossins. Og þetta var mér sýn sem ég túlkaði í krafti trúar. Þetta verk heitir köllun og lífsgaldurinn er að við erum öll kölluð. Við erum kölluð til hamingju, til lífs, til hins guðlega veruleika. En það gengur enginn að ljós undrun að vild þegar fólk er í stuði eða ætlast til að ná sambandi. Konumyndin við Landakot geislar aðeins á ákveðnum tíma og við ákveðnar aðstæður. Og það er best að koma með opnum hug og íhygli og þá verður undur lífsins
ljóst í málmi og gleri. Og þó grunnurinn sé skekinn og pestin geysi og margir í einangrun og sóttkví, eru jólin samt komin. Hvað sækir að þér þessa dagana? Við erum kölluð til lífs og hamingju. Á göngu minni skein mér ljós. María, móðir Jesú, leyfði himinljósin að skína sig og undrið í hennar lífi varð. Góðar mæður og góðir feður hafa speglað þetta ljós sem hefur orðið þeim og fólkinu þeirra til góðs á lífsgöngunni. Og þú, þetta kvöld, á þessum jólum, ert kallaður eða kölluð til að leyfa undrinu að verða. Á lífsferð þinni skín þér jólaljós. Leyfðu því ljósi að skína í gegnum þig. Það er köllun þín í dag, köllun til ljós og til lífs. Myrkur grúfði yfir djúpinu, en andi Guðs sveif yfir vötnunum. Og þá sagði Guð, verði ljós, og það varð ljós. Og Jesús sagði, ég er ljós heimsins. Stóri pakkinn, gleðifréttin gott líf og gleðileg jól. Gleðileg jól, og þið megið svara. Amen. Mér langar til þess að geta þess að nú verður frumflutningur á barn í Betlehem sem er þjóðlag frá Mön. Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson þýddi beinlínis úr gelísku og nú verður frumflutningurinn og það er gott að höfundurinn, þýðandinn er meðal okkar hér í kvöld. Barn í Betlehem.
Og ég held að í gleði jólanna og yfir bumbumanninum og yfir fögnuðunum og Aðalsteini Ásberg eigum við bara að klappa. Fellum saman hendur og biðjum. Já, dýr sé þér Guð í upphæðum sem að kemur til manna, við fögnum þér. Kenn okkur að njóta lífsgjafana sem þú gefur og heyra og skynja að þú elskar og kemur til okkar sjálfur. Blessa þau sem eru sjúk og óttaslegin eða aðþrengd á þessum jólum og við nefnum nafn þeirra í hljóði í huga okkar. Umvef þau Guð. Vitja okkar allra og gef okkur undursamleg jól. Dýrð sé þér Guð í upphæðum og verði þinn friður á jörðu og verði ljós þitt í heimi. Og öll biðjum við bænina sem að Jesús kenndi og segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þökkum Drottni og vegsömum hann. Drottni sé vegsemd og þakkað.
blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Guð gefi þér gleðileg jól. Við syngjum heimsum ból og síðan þegar að við höfum sungið þá verða dyr á miðju kirkjuskipsins opnaðar og þar getum við gengið út. Guð gefi þér dásamleg friðarjól.